Á Íslandi er þrískipting valds við lýði. Við erum með löggjafarvald sem sér að setja lögin, framkvæmdavald sem sér að framkvæmd lagana og svo erum við með dómsvaldið sem dæmir eftir lögunum og sér þannig til þess að fara sér eftir þeim. Löggjafarvaldið er í höndum Alþingis og forsetans. Forsetinn þarf að skrifa undir öll lög til að þau taki gildi en að öðru leyti kemur hann ekki nálægt við að setja þau. Það er gert af þingmönnunum okkar sem sitja á Alþingi. Á Alþingi sitja fulltrúar þjóðarinnar sem hún hefur valið í lýðræðislegum kosningum. Alþingi setur lög sem eru bindandi fyrir alla og hefur lokaorðið varðandi fjármál ríkisins. Ríkisstjórn landsins þarf alltaf að fá samþykki Alþingis fyrir meiriháttar ákvörðunum. Til dæmis, ef ríkisstjórnin ákveður einn daginn að hún vilji koma upp járnbrautarlestakerfi á Íslandi, getur hún ekki ákveðið það einhliða því slíka aðgerð myndi væntanlega að kosta ríkið dágóða summu. Hún þarf að fá samþykki Alþingis fyrir því. Alþingið okkar þykir síðan frekar merkilegt fyrir þær sakir að það er talið vera elsta starfandi þjóðþing veraldar. Alþingi var stofnað á Þingvöllum árið 930 en þangað riðu fulltrúar allra landshluta einu svona ári til að þinga. Starf Alþingis var töluvert frábrugðið á þeim tíma. Til dæmis voru lög landsins ekki skrifur niður heldur þurfti einn maður að leggja þau öll á minnið. En það var eitt af hlutverkum lögsögumanns á Alþingi til forna. Núverandi Alþingi hefur haft löggjafarvald síðan 1874. En þá var Ísland ennþá nýlenda í danska konungsríkinu. Alþingi er því eldra en lýðveldið Ísland. Í dag hefur Alþingi aðsetur sitt í Reykjavík og eru þingmenn nú 63 talsins. Þeir eru kosnir af þjóðinni með leynilegri kosningu og sitja 4 ár í senn. Framkvæmdavaldið á Íslandi er formlega í höndum forseta en hann verður að láta ráðherra í ríkisstjórn að framkvæma vald sitt. Forsetinn skiptir sér þannig ekki beint af daglegri stjórn ríkisins og því eru það ráðherrar og stjórnvöld sem fara með því raunverulega framkvæmdavald. Ríkisstjórnin fær vald sitt frá þjóðinni í gegnum þingið. Forsætisráðherrann og ríkisstjórnin sækja vald sitt til þingsins sem sækja vald sitt til þjóðarinnar í kosningum. Ríkisstjórn getur aðeins starfað ef meirihluti þingmanna er tilbúin til að styðja hana og meirihluti þingmanna ætti að endurspegla það sem meirihluti þjóðarinnar vill. Og hvað gerir framkvæmdavaldið? Það má segja að framkvæmdavaldið gerir allt það sem Alþingi og dómstólar gera ekki. Ráðherrar í ríkisstjórn bera ábyrgð á stofnunum ríkisins, hver á sínu sviði, og þurfa á hverjum degi að taka alls konar ákvarðanir sem eru ekki endilega háða samþykki Alþingis, enda gengi daglegu rekstur ríkisins aldrei upp ef það þyrfti að bera hvert einasta smáatriði undir 63 þingmenn. Framkvæmdavaldið verður þó alltaf að fara eftir lögum. Forsætisráðherrann er eins konar framkvæmdastjóri eða verkstjóri ríkisstjórnarinnar, skipstjórinn. Hinir ráðherrarnir bera svo ábyrgð á ákveðnum málaflokkum sem geta verið afar ólíkir. Til dæmis ber fjármálaráðherra ábyrgð á öllu sem snertir fjármál ríkisins, umhverfisráðherra ber ábyrgð á umhverfismálum og svo framvegis. Ráðherrar stjórna ráðuneytum sínum en þar vinnur fjöldi fólks við að framkvæma stjórn landsins. Þar er að finna alls konar fólk með alls konar menntun og reynslu. Lögfræðinga, hagfræðinga, stærðfræðinga, íslenskufræðinga, ræstitækna, kennara, verkfræðinga, lækna og sálfræðinga. Fólk er stundum hissa á því að ríkisstjórnin er tæknilega séð ekki æðri Alþingi, heldur er það akkurat öfugt. Ríkisstjórnin starfar í umboði Alþingis og Alþingi starfar í umboði fólksins í landinu. Þannig að í raun og veru erum við, fólkið í landinu, yfirmenn allra þingmanna og ráðherra. Þau eru í vinnu hjá okkur en ekki öfugt. Enda er Ísland lýðveldi þar sem valdhafar fá vald sitt frá fólkinu. Þetta er nokkuð sem má ekki gleymast. Það vald sem við höfum falið forsætisráðherranum og ríkisstjórninni er hins vegar mjög mikið og því er mikilvægt að tempra það og koma í veg fyrir að það sé misnotað. En til þess höfum við einmitt þrískiptingu ríkisvaldsins. Ráðherra getur til dæmis ekki ákveðið upp á sitt einstæmi að leggja járnbrautum í Ísland á kostnað ríkisins, heldur verður hann að fá samþykki Alþingis fyrir því. Og ef ráðherran myndi nú ákveða að hlusta ekkert á Alþingi og leggja bara járnbrautuna samt, þá kæmi það til kasta þriðja valdhafans, dómsvaldsins, sem myndi væntanlega dæma hann fyrir að fara ekki að lögum. Þrískipting ríkisvaldsins á Íslandi er hins vegar ekki alger. Mörkin á milli löggjafarvalds og framkvæmdavalds eru til dæmis ekki alveg klippt og skorin. Ríkisstjórnin er yfirleitt skipuð þingmönnum sem þýðir að forsætisráðherrann, fjármálaráðherrann og allir hinir ráðherrarnir vinna líka sem þingmenn.
Þegar ráðherrann biður alþingi fjárveitingu fyrir lestakerfinu sínu, hann leið einn af þeim sem tekur þátt í að fjalla málið á þingi og fær að greiða atkvæði. Svo má líka nefna að sá ráðherra sem fer með málefni dómstóla getur haft áhrif á skipun dómara. Þótt hann hafi að vísu ekki völd til að reka dómara frá störfum. Það sem sagt möguleiki að framkvæmdavaldið hafi áhrif bæði á löggjafarvaldið og dómsvaldið þótt takmörkuð séu. En þar komum við einmitt af því sem skiptir svo miklu máli í lýðræðissamfélagi. Og það sú staðreynd að lýðræðið ekki fullkomið. Lýðræði ekki tæki sem við kaupum tilbúið í pakka. Það ekki til negin ein rétt útgáfa af lýðræði. Heldur það fyrirbæri sem við erum stöðugt að breyta og bæta. Þótt grunnþættir þess hafi lítið breyst, lýðræðið ennþá í mótun og kannski best að það halda áfram að vera þannig. Stöðugt að laga sig að nýjum og breyttum aðstæðum, því heimurinn hættir aldrei að breytast.